Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Herru, það er komið nýr dagur. Klukkan er að detti í 7:30 og ég er að lenda í vinnunni. Vinnuna. Ég beðist afsökunar á því ef ég er nefnmæltur í allan dag út af því að ég er með bullandi ofnæmi og ég veit ekkert hvað ég er með ofnæmi fyrir. Og ég er að fara núna á mánudaginn, minnum við. Þá er ég að fara og hitta einhvern lækni og biðja að fara í svona ofnæmispróf þegar ég vakna á morgnana með bara stífla nef og þurr í munni og bara eitthvað svona vesen. Ég nenni ekki að standa í þessu. Þannig að já, dagurinn í dag verður rosalega góður. Ég er rosalega spenntur fyrir þessu degi. Og ég biðst afsökunar á því að ég er ekkert búinn að vera að upplóta eitthvað að viti og ég ætla að reyna að byrja aftur núna að upplóta hverjum einasta degi og mér finnst stundum oft svona ekkert vera að gerast og mér finnst ekki þess virði að sitja á netið. Það er eiginlega það sem er hrjá mig en ég á þetta bara alveg saman hvað ég er að gera. Ég á bara að sitja það inn og leyfa ykkur að sjá og þetta er bara eitthvað sem ég vil eiga sem minningar. Það er bara líka rólegheitarnir. En ég ætla alltaf að byrja vinnudaginn og sjá hvort að ég tek eitthvað upp yfir vinnudaginn. Ef ekki þá bara sest ég aftur hérna inn í bíl eftir örstutt stund og já, þá sest ég bara inn í bíl eftir örstutt stund og þá er ég að fara að ná í strákinn minn og það er strákurinn minn verður hjá ömmu sinni og það er Anita, hún er að vinna. Djöfull er óþægilegt að tala svona með stífla nefi. Já, þannig að við bara sjáumst eftir smá. Hæ. Þá erum við búin að ná í strákinn og við erum á leiðinni heim og hafa það notalegt. Ekki? Herru, við strákarnir erum komnir heim og alltaf svo Ronja og þau eru farin að eitthvað aðeins leika sér saman. Og þegar ég kem heim, Anita, þá er herbergi hjá honum á hvolfi. Ég býst við að hann hafi verið að leika sér í einhvern smá tíma, en ég er með rosa góða fréttir. Ég er með rosalega góða fréttir, allavega fyrir mig. Ykkur getur ekki verið meira sama. En hafið einhvern tímann lent í því að vera búin að tína veskin ykkar? Ok, ég er búin að vera núna í viku að leita veskinu mínu. Ég vissi að ég hafði ekki skilað einhvers staðar eftir, þannig að ég var ekki að loka kortunum og eitthvað. Ég vissi að þetta alveg væri einhvers staðar hérna. En, býta aðeins. Baltasar, komdu. Og hérna, ég vissi að veski væri annarkvort einhvers staðar hérna heima, eða Baltasar hafði tekið veskið, eða eitthvað. Ég var ekkert eitthvað rosalega stressaður en ég fann blessaða veskið mitt og ég er svo hamingjusamur og auðvitað var það í vinnu, það var í vinnubílnum allan tíman. Nei, Baltasar, nei, þú ert ekki að taka þetta. Gjör svo vel. Já, þannig að hérna wow, ekki allt í lagi. Þetta er allt í lagi, sko. Já, þannig að ég er ótrúlega ánægður með það. Ég hafi loksins fundið veskið út af því á morgun er föstudagur og þá er útborgunardagur og það er rosalega góður dagur. Herðu, það eru einhverjir búin að spurja mig, reynda persónulega, hvaða listaverk þetta er. Ok, þetta er á veggnum hjá okkur. Hæ? Hver er Ronja? Baltasar? Já, það er rosa margir sem hafa séð þegar ég er að vídeoblogga henni, séð listaverki sem er hérna. Sko, við fengum þetta listaverk, þegar ég og Anita giftum okkur, þá fekk systir hennar, Anitu, Silvía, ég held að þetta sé hugmyndir hennar, ef ég er að fara með rangt mál bara fyrir ekki það, ég byrst afsökunar á því. Þau létu alla gesti teikna eitthvað, mála eitthvað og mér þykir rosalega vænt þetta. Mér finnst þetta skemmtilegt út af því að þetta svona, þetta er ótrúlega skemmtilegt og þetta eru minningar og mér finnst ótrúlega gaman hvað voru margir sem tóku þátt og voru að mála og gera eitthvað. Skemmtilega. Og ég halda það þér. Svona. Já.
Já, þetta hérna sem sagt listaverkið og það sem mér finnst skemmtilegast og það sem mér mest þykir vænt þetta hérna. Og þetta... Já, þú mátt ekki koma við þetta, sko. Já. Mátt ekki skemma. Þú ert að skemma rosalega mikla minningar. Já, þú mátt ekki skemma. Já. Já, þetta er kannabismerkið. Ég veit ekki hvaðan kannabismerkið kemur, en þú sem teiknaði það, bara takk æðislega fyrir það. En já, þaðan kemur þetta listaverk. Það er sem sagt, þetta var brúðargjöf frá öllum að allir máluðu eitthvað. Og þú veist, það eru hérna Fjöll og ég og Anita og Klósett og 3 blóm. Örugglega ég, Anita og Baltasar. Þetta var, ég grenjaði svo mikið í þessu brúðkaupi að ég skammast mér ekkert fyrir það, en vá. Já, á ég að vera með húfu líka eins og þú? Takk. Whoops. Og líka annað sem ég þykir rosalega gaman og segir bara hvaða vinir mínir, ég býst við að þetta hafi verið einhver í vinahópnum mínum, sem skrifuðu njótum lífsins og bróskall. Það er einmitt það sem ég lifi eftir og ég og Anita og Baltasar vonandi að við eigum að njóta lífsins, njóta þess að vera til og finna allt jákvætt það sem er að gerast en ekki reyna að einblína á þetta neikvæða. Já. Já. Já, þetta. En ég ætla að vera með smá svona upplýsingar mig, hvað ég er og hvaðan ég kem og af hverju ég er að þessu. Þannig að, já, ég er að pæla að, ég ætla bara að gera það bara nú. Já, ég heiti Danni Þór Hafsteinsson, ég fæddist árið 1984 og ég held að þetta sé eiginlega bara fyrsta myndin af mér þegar ég var lítill. Semst, ég var þessi hérna, litli sæti hérna og þetta eru þessi systkini mín og móður mín. Og ég var svona, já, ég held að ég hafi bara verið eðlilegt barn, sko. Svo, þegar ég fæddist, þá voru mjálmakúlurnar ekki allt í lagi ástu mín. Já, ef þetta er svona að rokka í hitt og þetta, þá er það aðláta hann að fá athygli líka á mér. Já. Já, og þegar ég fæddist, þá voru mjálmakúlurnar ekki nógu þroskaðar. Eða eitthvað áleika, ég man ekki alveg hvað þetta heitir svona faglegu orðum en ég þurfti að vera í svona spelkum eins og þetta eða svona, já ég held að þetta heitir spelkur eða eitthvað dót og ég þurfti að vera þannig í held ég nokkra mánuði eða eitthvað og bara að láta mjálmakúlurnar vera tilbúnar sko. Já, ég þurfti að fara í aðgerð þegar ég man ekki hvað ég var gamall og út af vinstra auganu, ég þurfti að fara í aðgerð út af að það var latt. Ég var með latt auga sem þýðir það að ég var svona eins og, þetta er ekki Ívar Guðmunds, það er síðan að, og þetta er mynd af mér þegar sú aðgerð var búin og þá þurfti að skera og gera eitthvað, ég man eiginlega voða lítið eftir því. Já, ég hef alltaf átt heim í Hafnarfirði og já, mér þykir rosalega vænt Hafnarfjörð. Ekki það að ég fer ekkert og fer í vörn ef ykkur er að setja út á Hafnarfjörð eða er að segja við með haffyrringabrandara, þú veist, mér er slett sama, sko. En, þú veist, mér þykir rosa vænt Hafnarfjörð og já, mér þykir vænt Hafnarfjörð. Já, ég hef alltaf verið þessi típa sem er langminnstur í skólanum og vinahópnum og eitthvað og ég var alltaf feitast í gaurinn, þannig að ég var alltaf svona skotmarkið sem var svona auðvelt að leggja í einelti. Þá hét þetta stríðnispúkar. Þú veist, það var aldrei neitt tekið á því og ég vissi ekkert að ég var eitthvað fittur og ég tók aldrei eftir því og það sagði mér það enginn, en ég fékk samt alveg að finna fyrir því, þú veist, ég var uppnefndur og mér var ýtt og það var sparkað í mig og hreint og ég var laminn og
Þú veist, ég ætla samt ekki að kvart, þú veist, ég ætla ekki að kvarta, þú veist, þetta bara styrkir mig og gerir mig bara betri manni og þeir einstaklingar sem gera svona hluti, þeir eiga bara eitthvað minna, það er eitthvað að líka hjá þeim, þetta er ekki bara, skilur, það á ekki að mínu hálfu, ef ég fæ aðeins að snúa úr, það á ekki að stoppa einelti með því að taka einstaklingin sem er að verða fyrir því, taka hann frá og byggja hann. Það er einstaklingurinn sem er að leggja fólk í einelti og er að lemja fólk og er eitthvað, þá að stoppa þá, út af ef þið stoppið ekki þá stoppið ekki neitt. Allavega, burtséð frá því. En já, ég var alltaf þessi stóri, svona feita típan og við höfðum það bara gott og sést hérna á þessari hérna mynd. Ég er hliðin á Trúð. Ég er ekkert eitthvað hamingjusamasti maður í heimi, sko. En ég skilði það alveg því ég er að horfa á gamla myndir að ég skilði það alveg að ég fekk að finna fyrir því. Og veist, þessi mynd, veist, ég hef alltaf verið þessi bollustrákur. Sem sagt við... Gælt í lagi? Ha? Já, nei, það er ekkert þarna inni. Besti vinur minn er mamma mín. Og þetta er semst fermingarmynd þegar ég var að fermast. Og semst þetta hérna er móður mín og þetta hérna er pabbi minn. Og semst besti vinur minn er mamma mín. Reyndar í dag er besti vinur minn kona mín, Anita. Hún er eini besti vinur minn. Mamma mín er besti vinur minn og sem sagt hún greindist með krabbamein. Ég man ekki reyndar árið hvenær hún greindist fyrst með krabbameini en hvort það hafi verið 2000 þá það var rosa skrítið sem skeði hjá mér. Ég einhvern veginn beit bara í mig að þetta væri ekki satt og svona vildi ekki sætta mig við að hún var góð með krabbamein en var samt svona eins og ég gat andlega verið viðstaddur. 2006, það er ekkert svo langt síðan, það eru 10 ár, þurfti ég að hugsa, það eru 10 ár, þá tapar mamma þessum bardaga og á þeim tíma var ég að læra húsasmíði og ég hætti í húsasmiðinni og hef ekki farið í húsasmiðina eftir það og ég man bara fyrsta árið, fyrstu 2 var bara viðbjóður. Ég einhvern veginn hvarf, ég hætti að tala við alla vini mína, ég drekkti mig bara í vinnu, passaði mig á því. Ég fekk mér vinnu, þannig vinnu að ég gat unnið á næturnar og ég gat verið einn í bíl alla daga og ég sýndi engum að væri eitthvað að. Ég vann aldrei í mínum vandamálum og svo allt í einu var bara ár komið, svo komið 2 ár, svo einhvern veginn hætti ég að vorkenna sjálfum mér. Það er rosa erfitt að missa eitthvað sem er náinn þér og sérstaklega að missa móðina sem er besti vinur þinn. Og ég man bara að þetta var, ég var heima og pabbi kemur niður, þetta var alveg, ég ætla ekki að tala um það, en ég allavega missi móður mína 2006 og eina sem ég hugsaði er að mér langaði bara að fara líka. Það sem hún liggur er eitt auka pláss sem sagt hjá henni og ég ákvað bara, ég ætlaði bara að fá að kúra á mömmu og vera bara hjá henni út af hún var besti vinur minn og hún var eina sem var svona almennilega góð við mig. Ekki það ég sé að segja að systkin mín og pabbi og fjölskyldan séu vond en mamma var besti vinur minn og ég gleymi því aldrei. Ég hef með 1 tattoo á öllu líkamanum mínum og það er tileinkað mömmu minnar
og já, svo bara einhvern veginn gerðist eitthvað bara ekkert rosalega langt síðan, eiginlega bara svipuðum tíma og ég byrjaði að vídeoblogga. Þá einhvern veginn fór ég að svona, hvað er að gera? Já, þú ert ekki að fara þarna yfir, sko. Þú ert bara til að með þig, kallar mér. Já, það er ekkert svo langt síðan að ég svona uppgötaði það að lífið er rosalega gott þó að þú lendir í svörtum stað og þér líður illa og þér finnst ekkert vera að ganga og allt sé á móti þér og allt er svo ömurlegt og eina sem þú vilt er bara sem sagt fara, deyja. Það er, sko ég væri núna að berja höfuðið í vegg ef ég hefði tekið þá ákvörðun að yfirgefa þennan stað. Ég veit að þetta er orðið svolítið dapurt vídeoblogg en þú veist, ég vil samt að þið viti hver ég er og hvaðan ég kem. En í dag, þú veist, ég er svo hamingjusamur, ég á eitt fallegasta barn í öllum heiminum að mínu mati og þú veist, ég á yndislega konu, Baltasar, nei. Þú veist, ég á yndislega konu sem ég elska meira en lífið sjálft og ég á von á barni, öðru barni núna í mars og þú veist, lífið er bara fullkomið og ég er bara ótrúlega hamingjusamur í dag. Og sem sagt, lífsmottóið mitt, njótu lífsins, það er bara það sem ég tileinka mér á hverjum einasta degi. Það er að njóta lífsins, njóta þessa, þú veist, maður lifir bara einu lífi og þú ert að njóta hvers einasta dag, hvern einasta klukkutíma og hvern einastu mínútu. Þú veist, ég elska að vera með stráknum mínum og kjærsast í honum. Mér finnst ótrúlega gaman að gera þessi vídeoblogg, aðalega, þú veist, bara, mér finnst þetta gaman, mér finnst gaman að taka upp, mér finnst gaman að klippa þetta og við sem stíði að búa þetta allt til og ég er auðvitað búið til minningar fyrir strákinn minn. Þaðan kemur ástæðuna fyrir þessu er að búa til minningar, þú veist, þegar ég er orðinn 50 get ég hort á þetta aftur, þú veist, og strákurinn minn getur hort á þetta þegar, þú veist, hann liggur þarna og er að gera þú veist, þetta er svo mikla minningar og já, mér þykir rosalega vænt læksveina mína, mér þykir vænt allt varðandi þetta dót. Já, og svo 2013 eða 14, 15, 16, ég held að þetta hafi verið 13, 2013, byrjun 2014, skiptir ekki máli, allavega. Þá fæ ég þar fréttir að ég er með góðkynja æxli og þá þetta fer hausinn alveg á milljón og ég hugsa strax til mömmu og bara það, bara ég átti að fara ungur. Það var bara fyrsta sem ég hugsaði og þú veist, ég var alveg hræddur, ég grét alveg. En en ég fekk þá þær æðislegu fréttir að ég greindist þarna með góðkynja æxli og svo þurfti ég að fara í skurðaðgerð og láta fjarlægja það og fyrir þá sem ekki vita hvar þetta var þá get ég orðað þannig að læknirinn sagði að það væri 70% líkur á því. Vá, þetta er flott bók. Já, hann talaði að það væri svona 60–70% líkur á því að ég get ekki eignast börn aftur. Þannig að ég áður ég fór í aðgerðina þá fór ég og lét frysta litlu kallana mína og það er rosalega dýrt sko. Það er að koma óvart hvað það er fáránlega dýrt að láta svona frostpinna og láta geyma, það er að koma óvart sko. Svo ættu að borga einu svona ári, alltaf bara til að hafa þetta alltaf inni sko. En það skiptir ekki máli, ég fór í aðgerð og hann sagði bara þetta að það gæti eitthvað klikkað og þú veist það getur allt skeð og ég tók því bara og undirbjó mig yfir því. En svo kynntist ég Anítu og við fórum eitthvað að hittast og þetta var eiginlega bara sem sagt
ástu fyrstu sín, svona fyrst þegar ég hitt hana, eða ástu fyrsta ræktardate eitthvað. Það var eiginlega sko, dateið okkar var að fara í vörklass, Seltjarnarnes, fóru þar á æfingu, hún drap mig þar. Það var alveg, þú veist, ég hef aldrei svitnað jafn mikið og þá, svo fórum við í sund og svo eiginlega bara eftir það, þann dag höfum við eiginlega ekkert hætt að vera með hver öðru. Eða þú veist, hittust alltaf hvernig við einasta degi, bara ótrúlega ástfangir, ótrúlega hamingjusöm. Svo bara kom þessi hérna litli töffari og já, hann er líf mitt og yndi. Ég elska hann meira en lífið sjálft og líf mitt snýst hann. Hann er alltaf númer 1 og hann er búinn að vera númer 1 síðan að hann kom í heiminn, eða bara síðan að hann kom í bumbuna á mömmu sinni, þá er hann bara búinn að vera númer 1. Og já, þú veist, já, ég greindist þarna með góðkynja æxli og eignaðist Baltasar og svo bara núna í sumar þá var ég og Anita að giftum okkur í Búðakirkju. Veislan var í Lýsuhól, ég bundi þetta, ég þurfti ekki að stoppa myndavélina, en hún var í Lýsuhól og þetta var bara án efa fallegasti dagur sem ég á ævinni upplifað. Þetta var alveg ótrúlega gaman. Einmitt myndin sem ég sýndi ykkur áðan, hún kemur þaðan. Þannig að ég hef aldrei brosað jafn mikið, grátið jafn mikið og bara sjá alla vini mína og fjölskyldu að gera sér leið frá höfuðborgarsvæðinu og frá Akureyri og frá hinum og þessum stöðum bara til að koma og gleðjast með okkur. Sko, við erum ótrúlega ánægð og hamingjusöm að eiga, eins og pabbi sagði í ræðunni sinni, er að við erum að safna gimsteinum, ég er að kalla núna omæmi. Baltasar, nei. Já, þetta er bara svona rosa lítið, bara rosa stutt mig. Þetta er svona, það sem skiptir svona kannski einhverju mestu máli mig. Ef þú hefur einhverjar spurningar, endilega kommentaðu fyrir neðan eða sendu mér enga skilaboð og ég skal svara því eftir bestu getu. En þessi litli töffari, það er komin tíma og hann þurfa að fara að fá sér að borða. Klukkan er að verða svolítið margt, þannig að við ætlum að þjóta og reyna að finna okkur eitthvað að borða. Og já, ég veit svo ekki hvað við erum að fara að gera restina af því sko. Anita verður að vinna langt fram eftir í kvöld, en hún er í fríi á morgun, laugardag og sunnudag. Þannig að það verður rosa fínt sko. Ég held að, já, við erum að fara í afmæli á laugardaginn og já, það er eiginlega eina sem ég svona veit að er að fara að gerast. Það er að við erum að fara í afmæli á laugardaginn, frænda hans Baltasars. Og Anitu, hann er 30 ára, það er 30 ára afmæli hjá honum og við erum að fara í það á laugardaginn. En já, ef þú hefur einhverjar spurningar eða vilt vita eitthvað, þá getur þú kommentað hérna fyrir neðan. Og já, ég er með Snapchat líka, þú getur addað mér þar. Ég er misduglegur, ég ætla bara að vara við það. Ég er ekkert, sko, ég sé ekki tilganginn að ég sé með videoblogg og Snapchat. Snapchat gerist núna strax og þetta gerist einum eftir. Þannig að mér finnst þegar ég er að Snapchata að það tekur frá videobloggunum. En þú veist, ég tek alveg rassíður og reyna að vera skemmtilegur þar sko. En endilega, þú getur addað mér á Snapchat, það poppar hérna einhvers staðar niðri. Og þið öll sem eru búin að smetla á like og eru ný, bara takk aðeinslega fyrir að fylgjast með mér. Ég veit að þetta videoblogg er rosalega svona rólegt og bara dapurt, eða þú veist svona og já, ég er bara svona basically fyrir ykkur nýju að kynna mig bara hver ég er og hvaðan ég kem og áfram Hafnarfjörður. Gaman! Já, herru, klukkan er að verða allt Já, herru, klukkan er að vera allt og margt. Ég þarf að fara að svæfa strákinn. Ég er búinn á því að vera langur dagur á morgun.
bara, ég ætla að enda þetta í dag, takk æðislega fyrir áhorfið, takk æðislega fyrir þolinmæðina, af hverju ég ekki að upplóta hverjum einasta degi, bara takk æðislega fyrir mig, takk fyrir allt, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk æðislega fyrir okkur, bye bye.